Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, verið velkomin að Rauðaborðinu í málefnalega umræðu. Það fer nú hver að vera síðastur í þessari kosningabaráttu að virkilega taka svona málefnin fyrir, finnst manni. Það er eldgos og alls konar sem svona, það er mikil samkeppni athygli. En hingað við höldum áfram, við byrjuðum í gær með frambjóðendur flokkana og fulltrúa leyendasamtakana Ingva Ómar Sighvatsson sem eiginlega hann eiginlega fékk að yfirheyra frambjóðendurna út frá sjónarhornin leyenda en við ræddum líka húsnæðismálin í heild eiginlega, náðum bara ansi langt en auðvitað náðum við ekki að fara yfir alla málaflokkin en það hann gríðarlega svona viðamikill og stór. En nú eru komnir hingað Ragnar Þór Ingólfsson, oddviti Flokks fólksins og formaður VR. Þú ert oddviti í Reykjavík Norður. Já. Grímur Grímsson, frambjóðandi Viðreisnar í 3. sæti Reykjavík Norður og yfirlögregluþjónn. Rétt. Jóhann Páll Jóhannsson, oddviti Samfylkingar í Reykjavík Suður og alþingismaður. Verið velkomnir. Takk hérlega. Takk fyrir. Takk. Og ég ætla bara að byrja því, Yngvi, að biðja þig að svona kannski fara yfir það með okkur. Hvað er það sem við ætlum að reyna að komast í gegnum í dag? Já, það eru fyrst og fremst 3 atriði sem ég langar sérstaklega að ræða en það er hægt að ræða fullt í viðbót auðvitað ef við höfum tíma. Það er satt rétturinn til húsnæðis og alþjóðasamningar og fleira tengt því. Það er verðlagning á leigumarkaði og reyndar hvernig það hefur áhrif á fastna markaðin sem heild og það er síðan bótakerfið sem að við erum mjög á móti eins og það virkar í dag og ég myndi vilja ræða þessa 3 punkta en ef ég bara byrja á því sem við ræðum kannski fyrst, það er rétturinn til húsnæðis. Sko, árið 1979 þá gerðu íslensk stjórnvöld samkomulag sem alla þjóðir heims nema 4 tóku þátt í, heitir ICE og snýst efnaðsleg, félagsleg og menningarleg réttind okkar. Okay. Síðan, kannski 15-20 árum seinna, byrja ríkið að útvista þessum réttindum til sveitafélagana. Við sjáum að málefni húsnæðis, þau fara yfir til sveitafélagana, við sjáum réttindi fatlara og skólamál og fleira. Þetta er allt saman fært frá ríkinu sem skrifaði undir samningin til borgarinnar eða sveitafélaga sem skrifaði ekki undir hennar samning, skiljiði mig. Og það sem hefur síðan gerst þá, ef við skoðum bara félagslega húsnæðiskerfi okkar, í staðin fyrir að byggja bara fyrir þetta fátækasta fólk okkar, þá erum við að rífast hver á að gera það. Og staðan sem hefur átt sér staði, aldamótin, þá var 11% félagslegt húsnæði á Íslandi og við teljum verkamannabústaðakerfi auðvitað með, það er félagsleg lausn. Í dag er staðan 3%, sem er langlægsta hlutfall í allri Evrópu. Okay. Ef við skoðum stöðunum aldamótin, þá voru þetta 31.000 Íslendingar sem höfðu aðgang að félagslegri lausn á sinni þörf þarna. Í dag er það einungis 11.000 manns. Ef við séum framreiknað upp við með mannfjöldan í dag, þá eru komnir í það vantar húsnæði félagslega laust fyrir 30.000 Íslendinga. Og þar eru rúmlega 12.000 fjölskyldur og fullt af börnum. Þetta eru börnin sem er alltaf að flytja og ná ekki að mynda þessi eðlilegu félagslegu tengsl. Þannig að mér langar aðeins að velta upp þeirri pælingu, er rétt að ríkið skeri samning og síðan útvisti honum frá sér til annara til að framkvæma hann og síðan setur einhvern svona málalenda lög eins og húsnæðislög 1998 sem segja að sveitafélögum beri skylda eða reynir að hafa frumkvæði að skaffa fólki húsnæði sem er í vandræði en það er engin viðurlög við því, þannig að þetta er svona marklaus lög. Þannig að hvað finnst ykkur þetta og þessa þróun? Ég ætla bara að taka fram að þetta er ekki þótt þetta sé spurningakeppni og þá er samt ekki gefið mínus eins og ég sagði í gær ef þið er ekki alveg með allar tölur við erum líka, þetta Ingvi Ómar sér Mér finnst gaman einmitt að grundvalla þessa umræðu á svona breiðum grunni og þetta er svolítið bara kjarna hægri vinstri spurning við erum annars vegar með flokka sem segja standa fyrir borgaraleg réttindi borgaraleg og pólitísk réttindi en líta á félagslegu réttindin sem svona aukaatriði en svo erum við með flokka sem vilja einmitt að ríkisvaldið standi vörð félagslegu réttindin líka og viðurkenna það að ríkið þurfi að taka sér
ákveðið hlutverk þar, jafnvel íþyngjandi hlutverk gagnvart einhverjum tilteknum hópum í ákveðnum tilvikum til þess að standa vörð félagsleg réttindi eins og til dæmis réttin til húsnæðisöryggis. Og þú nefnir þarna lög frá 98 sem eru einhverju leyti dauður bókstafur af því að það bara allur gangur á því hvort sveitarfélög virði þessa skyldu sína til að tryggja félagslegt húsnæði. Og ég held að það sé bara löngu tímabært til dæmis að skilgreina miklu betur skyldur sveitarfélaga þar, að það sé að eitthvað ákveðið hlutfall af húsnæði í stærri sveitarfélögum þurfi að vera félagslegt á félagslegum grunni. Og í skjótin, þeir gera til nefnilega þannig í Frakklandi, þar útvista þessu líka til sveitarfélagana, en þeir setja reglur að þeir vera að hafa 25% húsnæðis í borgunum félagslegt, annars bara er fjársektir við því. Þannig að það er ekki bara dauður bókstafur. Einmitt, akkurat. Og eins að því þú nefnir svona 20, ég meina í Danmörku til dæmis hefur náttúrulega verið sett þetta Carlsberg ákvæði sko, þar sem sveitarfélög geta bara sagt, geta gert það að skilyrði við lóða úthlutun að 25% af nýjum íbúðum skuli vera á félagslegum grunni. Það var sett inn í lög núna fyrir nokkrum árum. En það er engin skylda sem fylgir þessu og þess vegna sjáum við til dæmis bara næst stærsta sveitafélag landsins, Kópavogur, bara vanrækir fullkomlega sína skyldur þegar kemur að því að úthluta lóðum undir leigu íbúðir fyrir tekjulægri hópa og svo framvegis. Þannig að ég held að það þurfi að skerpa miklu betur á þessum skyldum öllum og í einhverjum tilvikum þyrfti, ég meina það var gerður þessi rammasamningur fyrir nokkrum árum, hann hefur ekki virkað nógu vel. Það er ekki það í rauninni vantar bæði gulrætur og kylfur inn í samningin. Það er engir raunverulegi hvatar til þess að auka lóðar úthlutun, til þess að tryggja að fleiri íbúðir séu á félagslegum grunni eða á vegum óhagnaðardrifinna félaga og það er bara allur gangur á því hversu vel sveitarfélög standa sig í þessu sko. Er þetta nýtt, er þetta svona frá þér, þetta máltæki vanti bæði gulrætur og kylfur, eða er þetta svona sem fólk talar venjulega? Góð spurning. Ég hef nú heyrt þetta eitthvað Nei, ég var bara pæli með grím að því þú ert náttúrulega yfir lögreglu hvort að þú ert komið þannig til liðs viðreist til þess að koma þá með kylfurna og sektirnar. Ég er með gulrótina og grímur með kylfurna. Ég verði að fá að vera þannig að ég sé ekki komin reyna að gera mig gildandi í stjórnmálum með því að vera með kylf. Það er fjari lagi sko. En ef ég fæ að taka svolítið til þessar spurningar og til máls vegna þessar spurningar, þá er það þannig að eins og þú bendir á einhvað, þá er það þetta félagslega húsnæðis hlutfall sem var á aldamótin sem að mætti auðvitað alveg horfa til að það væri eðlilegt hlutfall, en það þarf einhvern veginn að komast að því hvaða hlutfall það ætti að vera. Ég eins og er eðlilegt með við það hlutfall að það vanti einhverja 30.000 íbúðir ef við framreiknum það með við mannfölda aukninguna, að þá er það auðvitað alvarlegt mál. Hins vegar er það þannig að því að þú vísaði til samning sem að gerður og síðan er framkvæmd samning sem settur á sveitarfélög. Þetta er svolítið eins og gengur mjög oft í samskiptum milli stjórnsýslustigana að ríki gerir samningin sem er alþjóðlegur og felur síðan stjórnvaldinu læra að setja stjórnsýslustiginu að framkvæma. Ég held að sé ekkert að þeirri framkvæmd en ég tek undir með það að hún þarf kannski vera betur römmuð inn varandi það hvernig á að framkvæma. Það er akkurat mál. Og skilgreina þá til dæmis eins og hér hefur komið fram, mætti skilgreina einhvers konar hlutfall. Við höfum reyndar verið á þeirri skoðun að erum dálítið á þessum vagni að vera með höll undir séreignarstefnuna. Það verður bara að segjast eins og hér við þetta borð. En hins vegar er það þannig að við teljum að við verðum að gefa þeim sem vilja vera á leigumarkaði eða eftir atvikum þurfa að vera á leigumarkaði að þeim sé gefin rétt, að sé gefin svo kostur ef þeir svo kjósa. Og þess vegna verður þá að það kerfi að vera þannig að það sé nothæft. Og ég skjóta aðeins inn í, að þú varst að tala hlutfall, hvað ætti hlutfallið að vera, þú veist. Ef við byrjum þetta saman við Holland, það var 30%. Ef við byrjum saman við Danmörku, það var 20%, Svíþjóð 8% og svo framvegis. Við erum langlægst að öllum löndum í Evrópu. Akkurat, en á sama tíma eins og hefur komið fram að einhverjum ákveðnum tímapunkti fyrir ekki svo löngu síðan að þá er hlutfall séreignar 91%. Er í dag 75
4-5-6%. Já, segi það, og þá þetta spurningi sko, hvert á þetta hlutfall að vera, bæði á séreign og leigumarka, eða semst á leigueignum. Og síðan það þannig að sko, fjárfesting í steypu, fjárfesting í húsnæði nánast hér á landi hefur verið undanfæra nánast áhættuleg fjárfesting. Já. Þannig að það eru eitthvað sem mætti horfa til hvort að það sé eðlilegt, en hvaða leið best í því, ég á ekki svari við því hér og nú, og ég held að það sé rétt að bæði þessi hlutföll eru skoðuð og ekki endilega hort til einhver annar landa til, heldur við áttum okkur á hvaða hlutföll við viljum hafa, og svo eftir áttum okkur á því hvernig við viljum síðan tryggja félagslegt húsnæði. Og ég tek undir það með þér að eins og ég skil þig, að ég held að þurfa að auka félagslegt húsnæði. Þú tala verið svo mikið geðheilbrigði, þú veist, og það er gott. Já. En hvað með geðheilbrigði barnanna sem ná ekki að eignast vini gegnum sína barnaæsku, að því þau eru alltaf að flytja og leigan er alltaf að hækka og það er ekki félagslegt skjól. Þetta er svo alvarlegt í þessu samhengi líka fyrir mér. Það er auðvitað þannig að ég ætla ekki að fara að skilgreina hér þau sko áföll sem fólk lendir í, en það er alveg að skilgreina það, ímynda ég mér, sem áfall ef að barn þarf ofta að skipta skóla, ofta að reyna að komast inn í nýja vinahópa eða tómstundir. Þannig að ég tek alveg undir það með þér að við myndum alveg horfa til þess að það geti vel verið, og ekki ólíklegt að það hafi áhrif á börn sem þurfa að flytja oft og hvernig þeim vegnar síðar á lífsleiðinni. Okay. En ég ætla bara að benda á það því ég man ekki eftir að það hafi komið upp í þessari umræðu, en það er þessi hlutdeildarlán sem að fara á stað með held ég fyrir eða hitti fyrra. Ég maður ekki hversu langt, hvenær það 2020, að það er auðvitað einhver leiti félagslegt að nota að ríkið kaupi íbúð á móti einstaklingi. Mér langar nú alveg að hoppa á þessa ræðu, sko, ég er ekki sammálaður Hrafna, langt í frá fyrir það fyrsta, en ég ætla frekar að leyfa Ragnar að koma inn. Ég get kannski, sko, þegar ég sem sagt satt í starfshópi húsnæðismál, sem að þá á vegum verkalýðshreyfingarinnar, og við sem sagt bjökum til hlutdeildarlána kerfið eða hugmyndafræðin og bakviða, og þegar við sem sagt vorum að vinna þessa vinnu með Ásmundi Einari og þáverandi ráðherra yfir húsnæðismálum og síðan húsnæðis- og mannvirkjastofnunum og fleiri aðilum sem koma að þessari vinnu með samtök atvinnulífsins. Við fórum til Skotlands og kynntum okkur kerfið þar. Þetta er að kynna sér allt á netinu, en við vildum ræða við þá sem að sjáum þessi kerfi og ráðamenn bæði reynslu, hvað byrja að varast og hvað virka vel og hvað ekki og svo framvegis, og síðan vorum við líka að skoða þetta á Englandi. Og þetta er mjög ólík kerfi sem eru notuð þar. Prógramið heitir á Bretlandseyjum Help to Buy, og á Englandi eða sem sagt þeim hluta Bretlandseyja að þá var þetta mjög markaðsdrifið úrræði. Það var ekkert þak á hámarksverði íbúða. Fólk gat komið inn í kerfið, farið út og komið aftur inn og svo framvegis, en í Skotlandi var þetta mun félagslegri nálgun. Það er að segja að það var fókusin meiri á það að fólk í mjög viðkvæmri stöðu gæti fengið svona, ef ég nota enska orðið, sense of ownership, og þá gat fólk fengið rauninni alltaf því 60% eignarhluti ríkisins á móti, eða alltaf því, og svo rauninni bara eftir stöðu hvers og eins sem að og þar voru stífari kvaði varandi eignir og tekið sem leiðis. Og þeir tóku þetta kerfi upp minnum 2006 í Skotlandi, en kerfið í Bretlandi var annar staðar á Bretlandseyjum var hannað þannig og sett upp vegna þess að verktakar voru ekki að byggja. Þeir höfðu ekki kaupendamarkaðin vegna þess að fólk sem var á leigumarkaði var bara rauninni að slegast undan húsalegu og gat ekki safnað sér fyrir útborgun, og kerfinu var rauninni komið á til þess að verktakar færu í nýframkvæmdir og hefði þá einhverja tryggingu fyrir því að þeir seldu einhverja fyrirfram tryggingu fyrir því að þeir seldu íbúðunar. Og inn í þessu kerfi í Bretlandi þá var gerður samningur á milli lánastofnana, verktaka og þeirra sem að voru að sýsla með fasteignir og það var ekki hver sem gat komið inn í kerfið. Lánastofnanir þurftu að tryggja til dæmis bestu mögulegu kjör upp að 80% veðhlutalli
Þannig að þú veist ekki svo hérna, þú tekur lán og þú fær 70% á ömurlegum vöxtum og síðan viðbótar lán upp í 80% á hræðilegum vöxtum, skiljið. Þannig að þetta var svona, þú veist, þetta var svona co-op. Þegar við sendum frá okkur tillögurnar og það var algjör einhugur í hópnum hvernig við ætlaðum að hafa hlutdeildarlánakerfið og þá var það meira á félagslegum grunni heldur en markaðslegum grunni. Þegar þú segir við, þá er það ekki þið í Flokki fólks, þá er það að tala Já, ég er að tala við sem vorum í starfshópnum og við vorum algjörlega einhuga og sammála hvernig við sáum þetta fyrir okkur. Þetta yrði meira í líkingu við skóska kerfið og þessi stuðningu til fólks en ekki til verktakana eða skiljið. En síðan fer þetta í til umræðu þetta í Alþingi og í nefndir þar og þessu töluvert mikið breytt þessum hugmyndum okkar sem við heldum að yrði miklu meiri sátt heldur en við reknum síðan með á endanum og síðan í rauninni á endanum þetta orðið eiginlega bara hálfgerður bastarður hlutdeildarlánakerfið þegar búið að gera það breytingar í meðferð þingsins og ástæðan fyrir því að við studdum þetta á sínum tíma eða sérst hópurinn sem að koma að þessu var bara fyrst og fremst svo að það var sett inn í reglugerðirnar í kringum hlutdeildarlánin töluvert mikið svigrúm til þess að aðlaga síðan kerfið mögulega seinna meir af því sem við lögðum uppalega með. Þannig að þetta svona kannski bara svona stutta sagan í kringum þetta. Þannig að og það sem gerir síðan þegar löggjafinn fer að eiga við reglurnar þá henni vikmörkin í hlutdeildarlánakerfinu núna sem breytt þannig að verktakarnir losni við húsnæði sem að byggja. Þannig að við erum eiginlega að fara svolítið í öfuga átt með það sem við lögðum upp með í upphafi. Þannig að þetta kerfi sem að getur virka mjög vel og við til dæmis í verkalýðshreyfingunni og nú tala ég sem í marga hatta, formaður Bjargs íbúðafélags og Blævar. Það eru 2 félög, annað óhagnaðardrifið leigufélag, hitt félag sem byggir hagkvæmar íbúðir en getur selt og leigt, farið í og sérst hugmyndin á baku Blæ að taka upp hugmyndafræðina sem hann í Noregi í kringum félag sem heitir Opos sem svona félagslegt eignaíbúðakerfi og ekkert rosalega frábrugðið hlutdeildarlána hugmyndinni að sérst fólk, það ekki tekjumörk í sjálfu sér, fólk getur komið inn í kerfið ef það á ekki fyrir útborgun til dæmis og það getur svona ráðið í það sveigjanlegt hvað á stóran eignarhluta til að byrja með þegar það festir sér íbúð og getur síðan alltaf bætt við sig eða jafnvel minnka. Þannig að flest þessi kerfi sem að við höfum skoðað til dæmis eins og Bjarg íbúðafélag sem byggt á hugmyndafræði AAB í Danmörku sem eitt staðsta svona félagslega leiguíbúðafélag þar það í sjálfu sér ekki að leggja þessi félög niður eins og að gera til dæmis verkamannabústaðakerfið. Það við þurfum að passa og þú talar að úthýsa og þetta er mjög góð punktur. Það er mikilvægt að við það er mikilvægt að sé einhvers konar úthýsing frá pólitíkinni. Það er að segja þannig að það sé ekki hægt að taka einhverjar ákvarðanir þú veist, eftir, ég meina AAB yfir 100 ára gamalt, þú veist, og það þú veist, ef að kæmi til mjög svona hörð hægri stjórn, hún myndi bara ákveða bara að leysa eitthvað félag upp eða væri undir stjórn ríkis eða sveitafélags, þið skiljið hvað að fara. Það hefur gerst áður, verkamannabústaðakerfið. Ég að segja það. Það er ágætt að hafa þetta bara undir verkalýðshreyfingunni. Ég var að fara að segja það. Þess að það væri best eða í það minnsta að flest öll þessi félög sem hafa gengið vel í nágrannalöndunum og eru rekin á félagslegum forsendum hafa í grunninn verið byggð upp af verkalýðshreyfingunni í samstarfi við hið opinbera. Samtök leigjenda líka, eða ekki? Jú. Og síðan seinna meir hafa þau síðan orðið svona sjálfseignarstofnanir eins og AAB, þá það í sjálfu sér að leigjendunni sjálfur sem að skipa í stjórn velja þessi stjórnir, þannig að þetta svona En þetta útvistun? Því þú talar um útvistun sem eitthvað mörguleiti neikvætt að svona afsala sér ábyrgð eða hvað? Já. En þannig þetta samt
að vera að gefa frá sér ábyrgð til verkalýðsfélaga þá og annara sem þú talar það sem jákvætt. Verkalýðshreyfingin byrjaði, þú veist til dæmis eins og í AB og fleiri félögum, Óbós til dæmis í Noregi, það var með aðkomu verkalýðshreyfingar og ríkisins. Síðan þegar félögin eru stærri og sjálfbær og þá það líka að taka ákveðin skref. Það er ekkert, ég sé ekkert í hillingum að verkalýðshreyfingin sé að reka hér allt og stjórna öllu. Við sjáum nú bara lífeyrissjóðakerfið þar sem verkalýðshreyfingin hefur aðkomu að við draugum alla inn andan, öðruvísin að vera fóðra ávöxtunarkröfu lífeyrissjóðana sem eiga hér allt 70% öllum skráðum félögum, þeir eiga 52% í Arionbanka, þeir eiga 41% í Kviku, þeir eiga 34% í Íslandsbanka á móti 43% á móti ríkinu síðan. Ef þeir eiga það ekki þá eru þeir að fjármagna það og þeir fjármagna til dæmis leigufélög eins og Ölmu, þannig að og eins og Grímur kom inn á áðan að það er óskiljanlegt af hverju lífeyrissjóðin hafi ekki komið meira inn í innviða uppbyggingu til dæmis í húsnæði. Við heimsóttum lífeyrissjóð í Danmörku, bæði PFA sem stærsti lífeyrissjóð Danmörku með það svona cirka 2-falt stærri heldur en íslenska lífeyrissjóðakerfi, allan sé ekki með 15-16.000 milljarða í stýringu og Velvill sem held ég annar eða þriðji stærsti. Og PFA til dæmis byrjaði að byggja hjúkrunarheimili árið 2017, þeir eru með 10% af öllum eignum í uppbyggingu á hjúkrunarheimilum og húsnæði þar sem að sjóðsfélagar hafa forgang og það er einhver ávinningur, það er ekki bara til þess að græða, þeir fá bæði forgang og fá annarkvort lægri leigu og heldur en að markaði eða hjúkrunarheimilunum fá sömu þjónustu fyrir lægra verð eða betri þjónustu fyrir sama verð. Og ef við tökum síðan Evrópulöndin alveg fram í Þýskumælindurlöndin og alveg yfir til Sviss að þá er þetta heildarhlutfall af fjárfestingu lífeyrissjóða komið yfir 20% ef við erum komin yfir til Sviss. Og ef við setjum þetta í samhengi við stærð íslenska lífeyrissjóðakerfisins sem er eitthvað kringum 8.000 milljarðar rétt undir reyndar í síðasta mánuði, að þá værum við að tala 800 til 1600 milljarðar sem að lífeyrissjóðarnir hérna á Íslandi væru með í þessum fasa innviðu uppbyggingu. Og þetta er ekkert slæmur eigandi að eiga í svona uppbyggingu að þeir eru í þessu til langs tíma en ekki í einhverju skamtíma braski eins og markaðurinn er núna. En varðandi félagslegt húsnæði sem slíkt að fara úr 11% niður í 3% á 20 eitthvað árum, finnst þér það ekki líka mjög slæm þróun í sjálfu sér? Jú, við höfum verið þeirra skoðunar og þegar ég tala fyrir verka þá tala ég fyrir sjálfa mig. Vegna þess að við eins og Jóhann Páll þekkir og fleiri að við höfum reynt að eiga gott samstarf við til dæmis stjórnmálaflokkana til þess að koma svona okkar áherslum fram og við höfum viljað sjá þetta hlutfall í 35%. Ég ætla aðeins að fá grípa boltaninn aftur að því að það sem ég á við með að útvista verkefnum er að taka ekki ábyrgðina á þeim eins og láta sveitarfélögin taka við húsnæðisuppbyggingunni en skildaði ekki til þess með lögum sem virka. Það er það sem ég á við. Er í lagi núna að við förum að tala um annað? Já. Tölum núna aðeins leigumarkaðinn sem slíkan. Byrjum aðeins á tölfræðum fjölda leigjenda því hérna hefur ríkt séreignarstefna. Við vitum það alveg og við erum ekkert að móti henni. Við heldur viljum flest að leiga íbúð. Ég hef 8 íbúð sjálfur áður, skiljiði mig. Það snýst eiginlega ekki um það. Það snýst um það að eigendur húsnæðis hafa farið úr 91% hlutfalli niður í rúmlega 75% í dag sem þýðir það 1 af hverjum 4 heimilum á leigumarkaði er núna bara í svona græðgisvættum bransa og það sem ég vil spyrja ykkur að ef það er hægt að græða óhóflega á einu af hverju 4 íbúðum heldur það ekki hafi ekki áhrif á heildina varðandi verðlækning á húsnæðinu sjálfu, skiljiði mig og líka bara ef þið hugsið þetta aðeins leiga að því að nú þekkjum við hvernig vörur eru verðlaðar almennt að selja vörur, þá ertu með hún kostar með þetta í framleiðslu og ég þarf að borga laun og ég þarf að borga alls konar auka kostnað en síðan leggja ákveð ofan á til þess að fá minn hagnað. Á leigumarkaði þá er þetta ekki svona. Þetta er raun og veru bara það hve mikið getur leigjandi mögulega borgað og með helst ríkistyrk. Skiljið mig, við förum út í það með húsnæðisbótakerfið á eftir. Málið er bara, það sem við erum að leita eftir hjá Leigjendasamtökunum er kostnaðartenging við leigusala, þess að tengja við kostnað, geta ekki bara setta það sem dettur í hug ofan á leiguverð. Og mér langar svona að fá afstöðun ykkar til þessa, hvort það sé hægt að skoða það að hemja þessa græðgi sem ég kalla bara hreint út á leigumarkaði. Jóhann. Ég get alveg byrjað. Ég er algjörlega sammála því að við erum
í sjálfum sér bara í þeirri stöðu að það búið að markasvæða leigumarkaðinn með einhverjum hætti sem að sko hvergi þekkist í samanburðarlöndum og þetta hefur þetta gert það verkum að það vill enginn vera á leigumarkaði. Það einhvern veginn að horfa allir á þetta sem hvað segja bara síðasta stopp ára og lendir á göttunni og ef við tökum til dæmis bara þú veist alltaf gott að bera sér saman eins og til dæmis í Sviss að þá er sko leigumarkaðurinn hann risastór og fólk bara lítur á þetta sem sko fýsilegri valkost heldur en að eiga hafa bara sko það frelsi að geta bara leigt og eða vil færa sig, skipta vinnu eða fara eitthvað og vill kannski ekki binda í fasteign fyrir kannski einhverju sumarhúsi upp í fjöllum að þetta er bara mjög áleitlegu kostur vegna þess að þar er bæði sagt, búsetu og framfærslu öryggi. Það er að segja að húsaleiga er ekki að sveiflast og þú getur verið eins lengi og þú kýst. Því er ekki til að dreifa hér á Íslandi og nema þú komist inn hjá til dæmis Bjargi eða búseta eða einhverju slíku og þetta er kannski svona í grunninn sko þegar við erum að tala sko leigu eða séreignastefnu að hann er bara svo óþróskaður markaðurinn hérna og þegar við erum með leigumarkaðinn sko nánast bara stjórnað af skammtíma fjárfestum að þá er þetta bara staðan og bara mjög dapurlegt að okkur hafi ekki tekist að ná einhverjum böndum á leigumarkaðin meira heldur en orðið er eins og náður reyndar samkomulagi við ríkið í kjarasamningunum 2019 þá gerðum við samkomulagi herta leiguvernd fyrir leigjendur og húsaleigulög eru endurskoðuð og síðan meira sér líka að samtök eins og leigjendasamtökin að þau fengju skilyrtan fjárhagslegan stuðning til þess að verja hagsmuni leigjenda. Þetta var auðvitað allt svikið og síðan loksins þegar ný húsaleigulög fóru loksins í gegn þá voru þau eiginlega við vorum að meta þetta ég og Guðmundur Hrafn kollegiðinn að þetta var eiginlega verri samningur eða verri lög heldur en voru fyrir. En þetta svolítið snúist í höndunum á þér og ykkur sem sagt bæði hlutdeildarlánin og sem að þið þóttust vera með eitthvað svigrúm til þess að færi rétta átt en fór þá akkurat í öfu átt og eins þessir samningar. Má nokkuð nefna svona hvaða pólitíkusar, hvaða flokkar eru ábyrgir fyrir því að Ég held að þetta sé bara sko, þú veist þú kemur með eitthvað gott og sko mín reynsla á verkalýðshreyfingunni ef við náum góðri sátt til dæmis með okkar viðsemjendum sem eru samtök atvinnulífsins og öll félögin þar að þá náum við yfirleitt svona þokkalegum árangri en sérhagsmunagæslan er svo gríðarlega sterk hérna. Við sjáum bara þú veist þegar við erum að reyna að fá einhverja réttarbót fyrir leigjendur í sko tvennum risastórum kjarasamningum og okkur verður ekkert ágengt á meðan eru lögfræðingur einhverja sérhagsmunasamtaka að skrifa bara nánast bara einn og óstuttur upp frumvarp og það er í vísi búvörulögin sem að bara sko rúlla í gegnum þingið og þetta er eiginlega sko, þú veist, þetta er kannski svolítið lýsandi með bara spillinguna og sérhagsmunagæslan í þessu landi, bara aðstöðumunur sem að fólk sem er að berjast sumir eins og leigjendasamtökin bara hugsjón og fá ekkert greitt og svo þetta verkalýðshreyfingin sem er gríðarlega öflug að það sem við þurfum að hafa fyrir því að sko ná fram minnstu breytingum er ekkert í líkingu við það sem að sko sérhagsmunaöflunum tekst að gera með tiltölulega lítilli fyrirhöfn og tiltölulega lítilli mótstöðu. Þannig að sérhagsmunaöflin hafa ráðið á Alþingi hingað til í þessu málaflokki virðist vera. Þetta er líka ákveðin svona umboðsvandi sko að því kannski Ragnar Þór og félagar semja við atvinnurekendur svo stígur ríkisstjórnin inn og lofar einhverju og gefur út einhverja yfirlýsingu en svo þarf það að fara í gegnum þingið sko og þá eru ýmsar málamiðlanir gerða þar og þá kemur á daginn að þegar ríkisstjórnin settist niður með Ragnari Þór og félögum þá var ekkert samráð haft við þingflokkana þar og þá þarf að möndla með málin til þess að komist í gegnum þingflokk Sjálfstæðisflokksins og þar eru
harðir hægri menn eins og Óli Björn og aðrir sem ekki mjög áfram að setja mikla skorður á regluverk á leigumarkaði þannig að úr verður eitthvað svona útvatnað plagg sko, og maður hefur tekið eftir þessu bara þegar ég hef setið í velferðarnefnd sko, hvernig þetta virkar allt saman sko. Maður ekki setja bara umorða þetta að það eru gerað minni málamiðlanir við sumt af því sem að rennur eða kemur frá sérhagsmannaöflunum. Já, og sérhagsmannaöflin eiga oft greiðari aðgang að þingnefndunum og heldur en þið sko. En ekki hagsmunir bæði leigjenda, mér heyrist það einhvern veginn, og þeirra sem að kaupa, fyrstu kaupenda og þeirra, eins og þú tala séreigna stefnuna, er það ekki stefnan bara svo að sem flestir eigi að eða í hverju fel... Í sem flestir sé í öruggu húsnæði. Já, sem flestir. Hefur leigumarkaðan verið þannig eins og hefur verið lýst hér að þann hefur ekki verið öruggur. Nei. Fólk hefur, eins og Ingvi tala hér rakist á milli leiguíbúða. En verðist ekki vera hér að það sko, þeir eru eiginlega saman í liði sko leigjendur og þeir sem alltaf eignast eigið húsnæði. Þetta er mjög góð punktur. Andstæðingurinn er raunverulega sá sami, það eru sérhags eða hvað? Já, græðki og fjárfest. Þetta er mjög góð punktur vegna þess að ég ætla nú að koma inn í þetta er frábær punktur vegna þess að sko ég held að fyrir svona fólk almennt séð, bæði ungt fólk og fólk sem er að koma og vill að koma sér inn á fasteignamarkað og líka þeir sem að eru á fasteignamarkað. Fólk er ekki að biðja mikið, það er að biðja fyrirsjáleika, húsnæðisöryggi og framfærsluöryggi og þegar þú ert ekki með þetta til dæmis á leigumarkaði nema að komast inn hjá einhverjum óhagnaðardrifnum félögum að þá verður þetta síðu valkostur ekki bara fyrir fólk sem er á markaðnum, það þráir að komast út af leigumarkaði og eignast eða komast í séreign þó það kannski eignast aldrei nema bara lítil hluti í íbúðinni en þetta er kannski svona grundvallar vandinn að ef við værum með þetta sko framfærslu og húsnæðis og búsetu öryggi að þá myndi fólk þetta líta á leigumarkaðin sem raunhafa valkost. En Jóhann Páll, þú hefur nú reynsluna þá, þú ert búin að vera inn á þingi og eins og segir, búin að vera í þessum nefndum. Sérðu hvernig er hægt eiginlega, er þetta bara tappaspil gagnvart þessum lögfræði hér þessara hagsmuna aðila sem eru hérna á frekar ónefndir, við veitum ekki alveg hverju það eru. Nei, þetta er auðvitað ekki tappaspil, það skiptir bara máli hvernig Alþingi er samansett sko. Það þurfa bara flokkar að vinna þessar kosningar sem berjast fyrir almannahagsmunum en ekki sérhagsmunum. Heyr. Ekkert mikið flokknar en það sko. Og og það þú nefnir einhverja lögfræðinga heyri og svona það líka bara að taka ákveðna stjórn á hlutunum en ekki láta alltaf einhverja embættismenn eða einhverja lögfræðinga út í bæ segja fólki fyrir verkum sko. En mér finnst Ingvi koma hérna svolítið vel inn á þetta samspil sko séreignarstefnu og leigumarkaðar af því það eru þetta þannig að heilbrigður leigumarkaður getur líka verið bara ákveðin kjölfesta á fasteignamarkaðnum í heild sko og af því til þess að fólk geti eignast húsnæði þá þarf það nú ofta þá þarf það að safna sér fyrir húsnæði og til þess að fólk geti það þá sumi geta búið í foreldrahúsum lengi en við viljum að fólk geti líka bara einmitt verið á einhverjum heilbrigðum leigumarkaði þar sem það getur lagt fyrir ákveðin tíma til þess svo að geta einmitt stigið inn á eignamarkaðin þannig að þetta hangir saman sko að til þess einmitt að fá einhverja almennilega séreignarstefnu sem er ekki bara sem byggir ekki algjörlega á því hverra manna þú ert og hvort foreldraðinni séu nógu fjársterkir til að geta stuttið til kaupa á íbúð þá þarf að vera með heilbrigðari leigumarkað og lykillinn að því er einmitt að við aukum hlutfall ég veit ekki hvort við eigum að kalla þetta félagslegt húsnæði eða bara svona húsnæði sem er á vegum óhagnaðardrifina félaga, húsnæði sem er aðgengilegt tekjulægri hópum. Við þurfum að stækka þennan hluta markaðarins. Við þurfum að stækka, við þurfum að auka hlutfallið af þess konar húsnæði og ég held að sko það er húsnæðis aðgerðir sem þarf að ráðast í á næstu árum eigi að miða fyrst og fremst að þessu og það sem við í Samfylkingunni höfum verið að leggja áherslu á þar er í fyrsta lagi að hækka endurgreiðslu hlutfall virðisaukaskatts hjá óhagnaðardrifnum félögum að minnstakosti upp í 60% en ég held jafnvel að það ætti bara að vera 90 eða 100% sko svo þurfum við að vera með svona gagnsærri og fyrirsjáanlegri og betri fjármögnun gegnum HMS til óhagnaðardrifnu félagana eins og Bjargs
og svo finnst okkur að það eigi að nýta ríkislóðir markvisst til þessarar íbúða uppbyggingar og þetta þurfa sem flest sveitarfélög að koma með í þetta. Það gengur ekki til lengdar sko að 80% af íbúðum í þessu almenna íbúðakerfi, þessu leigu íbúðakerfi fyrir tekjulægri hópa rísi í einu og sama sveitarfélaginu sko. En það kom nú fram í spjallinu í gær að þetta er svolítið vandi, það er svolítið skortur á lóðum. Já, svo er það búið að selja lóðir einmitt til fjárfesta og þannig að raunverulega ekki verið að hafa hagsmuni almennings í heildarsýninni sko. En þið Grímur hjá Viðreisn, þið eru svona svolítið ólíkindatól þar að segja á vinstri hægri kvarðanum, kannski eins og þú segir meira kannski til hægri einhverju leiti en hvernig sjáu þið þetta? Já, svo ég skýri þannig bara þá höfum við sagt sko, höfum við sagt þennan frasa hægri hagstjórn, vinstri velferð. Hvað þýðir hægri hagstjórn? Nú verður einhvern útskýrta fyrir mig sko. Það sem ég kan taka einhvern annan tíma í það sko. En síðan er það þannig að spurningin hans Yngva, hún varðaði sko leiguverð og það var þannig að Yngvi tiltók það hvernig maður verðlegur vöru. Og þessi vara, hún er náttúrulega með þeim ósköpum að það er fjármagnskostnaður í vörunni. Það er sá sem að kaupi vöruna, hann fjármagnar hann einhverju leiti með lánsfé. Og þá erum við bara komin að þessum fíl í þessari stofu og það eru vextir. Má ég koma inn á þetta? Þeir eru nú búin að tala svo mikið Þú mátt svara þessu sem ég ætla að segja við þig, klárlega. Okay. Sko, ef að þú ert að borga fyrir íbúð í leiguverði þar sem kostar að kaupa hana raun og veru, ekki hvað kostar að byggja hana, þá er mjög erfitt að safna sig fyrir íbúð, er það ekki? Ef þú þarft að borga það sem að... Það sem þú getur mögulega að segja mig ég sem íbúð með fastnamat upp á 100 milljónir og leiga miðast við það. Þannig ég er að borga leigu miða við topp söluverð. Og sama tíma erum húsaleigubætur sem skerðast þegar þú fer að safna. Hvernig á fólk að geta safna sér? Er það ekki bara fast? Að því það ég held að það sé alveg mjög hluti rétt þegar að fólk sem er fyrir á leigumarkaði það er nokkuð mikið fast þar. Verð á leigumarkaði er mjög hátt. Þess að leiga er mjög há og fyrir fólk sem er kannski bara í venjulegri vinnu og það þarf ekki að vera endilega í lægstu launum þá er mjög erfitt að borga hvort tveggja leigu og líka safna fyrir útborgun íbúð. Þetta sést alveg og við höfum verið á ferðinni hér í verslunarmiðstöðum og víða hérna í kosningabaráttunni og tala við fólk og maður hittir fólk bara svona sem maður getur sagt að það sé salt í jarðar sko, kannski hjón með 3 börn og á leigumarkaði og hérna fólk sér ekkert endilega fram á það að komast af þessu markaði og það er auðvitað vegna þess að eins og ég endurtæki með leiguverð er hátt og það verður ekki neitt úr neinum sparnaði með 3 ung börn, það er kostnaði við það. Þannig að við þurfum að finna einhverja leið í því að hjálpa fólki til þess að það frjósi ekki inni að þeim kannski dettur í huga að leiga þessi þann, ég veit ekki hvað að kalla þetta mun eða gera það fyrir þjóðfélagi eða eignast börn. Þá frjósi það og get ekki og því að við það þá verður þetta meiri kostnaði við rekstur fjölskyldunar. Já, vel sagt. Það sem ég vil líka benda á kannski og spyr þig aftur bara beint. Þú varst að tala lán og það kostar núna að borga svo mikið. Þú ert að borga svo mikið á lánunum þannig að er raun og veru alveg sambarlegt að leigja og kaupa. En við sjáum það að 2019-20 þegar vexti voru sem lægstir þá var það annað 2 tímabölum í svona nýlegri sögu þar sem leigja voru hækka mest. Þegar vexti voru sem lægstir núna? Já, 2019-20 þegar vexti voru sem lægstir þá sjáum við leiguna hækka. Sko vexti fóru, ég segir af hverju? Ef ég maður rétt að fóru stýrivextir undir 1% þarna okkur ákveðnum tímabili. Já, og þá hækkaði leigan sem það var nú bara samt á tímabili sem sko verðbólgan var leiðin upp. Þannig að þetta var nú skringilega ráðstofun hjá ríkisvaldinu og peningamálunum. Ég vil tengja þetta saman nefnilega. Þú veist, það hefst ákveðið kapplöpum íbúð 2016-17 þegar stóru leigufélögin og við sendum, sko Leigjendasamtökin sendu erindi til Samkeppniseftirlitsins 2016 benda á þetta, að stóru leigufélögin er að fara að kaupa húsnæði til þess að hækka fasteignaverð, til þess að réttlæta hækkandi leiguverð. Og síðan þegar þú fer til ráðgjafa í banka eða á Facebook-hópin fjármálatips eða hvert sem þú ferð á þessum tíma, þá er alltaf sagt keiftu íbúð, leigaðan út, það er besta ávöxtunin. Allir hoppa á þennan vagn og þetta gengur í nokkur ár og það bara hækkar og hækkar húsnæðisverð og verðbólgan kemur. Þetta tengist saman í mínum huga. Skilurðu? Ég held að þetta sé alveg hár rétt hjá þér að þetta tengist saman en spurningin er bara sko hvað kemur undan ekki á hænan. Hvað er það sem veldur því að við fórum að það var svona mikil eftirspurn eftir íbúð?
Vantaði að byggja meira. Það vantaði að byggja meira og þá fara menn að tala það að það vantar lóðir. Ég held að okkur vantar ekki endilega lóðir. Okkur vantar læri vexti og það fjármagni sé ekki svo dýrt þegar það verið notað til þess að byggja íbúðir. Þetta fyrst og fremst það. Okay. Þannig að við þurfum að lækka verðbólgu og þá lækka vextir. Okay. En má ég bara spyrja eitt varðandi þetta hægri og vinstri og félagslegu sem sagt pælingarnar og versus að ekki svolítið tímamót núna þar sem að kannski það sem áður virtist bara vera svona common sense fyrir hægri stefnur til dæmis að það bara virkar ekki lengur vegna þess að til dæmis að svolítið erfitt að ætla að fara að banna þessi leigufélög eða hvað, það vil kannski enginn segja að þau vilji banna, en ekki einhver svona eins og þeir það í að það einhver spilling, það einhver fyrirgreiðsla, það eitthvað svona sem virkar ekki heldur og það eitthvað algjört ójafnvægi, þannig að verði ekki þá líka hægri flokkar að bara láta sig hafa það að setja eitthvað regluverk. Það stundum talað það að láta markaðin ráða og stundum það bara þannig að markaðin ræður ekki við ákveðin verkefni og ég held að það sé bara eitthvað sem að flestir hagfræðingar hvað sem þeir eru á litrófuna, þeir viðurkenni það, stundum eru markaðsbrestur og kannski bara markaðsbrestur á þessu markaði. Ekki spurning. Leigumarkaði. En Ragnar, þú hefur nú alveg verið fylgjandi því að hemja þessa sjálftöku það ekki og grækja á leigumarkaði. Þú veist, ég held það ekki. Ég held að ég hef til dæmis eins og sín tíma þegar almenna leigufélagið sem heitir núna Alma var í eigu Gammasjóða sem að voru undir Kvikubanka að þegar Kvikan tekur yfir sjóðina á sín tíma að það var á sama tíma þeir átt að fara að hækka húsaleigu á fólk, ég veit ekki hvort munið eftir þessu, 10% umfram verðlag og við sem stéttarfélag vorum með okkar vinnudölusjóði í eignastýringu hjá Kvikubanka og við sem sagt hótuðum að taka þá út. Ég helst vilja gera það í 50 köllum og mæta með hjólburur en það held ég ekki hægt. En við vorum bara alveg hörð á því að við myndum taka út alla okkar fjármuni út úr bankanum ef að þetta það veruleika. Og úr varð að þó svo bankin hafi sagt að hann hefði enga lögsögu yfir almenna leigufélaginu en eitthvað hefur samt gerst vegna þess að í kjölfarið var öllum leigjendum boðið langtíma samningar og allar hækkanir dregnar tilbaka og þannig að ég er búin að vera mjög lengi í þessari baráttu, þú veist bara ef við tökum síðustu 10 ár þegar við fundum og erum að koma af stað hugmyndunum almenna íbúðakerfið áður en að lögin urðu til og þau voru svo samþykkt seinna komið þess inn í kjarasamninga 2015. Þetta búið að vera ástand á húsnæðismarkaði sem búið að vera að aukast og versna ár frá ári og stigmagnast og við náum aldrei, við höfum aldrei náð einhvern meginn, þó að sé búið að byggja mikið og allt það og þá höfum við aldrei náð einu svona vinna á uppsafnaðri þörfi. Þetta er alltaf að aukast og við erum ennþá í einhverju pólitískri sjálfheldu hvað varðar lausnir og þið voru að tala hérna hvað gerðist þarna þegar vextinni lækkuðu og þú veist og vantaði ekki meira húsnæði. Það sem gerist auðvitað á þessu tímabili þegar að húsnæðisverð tekur bara stökkbreytingum á mjög stuttum tíma tiltölulega einfalt. Þetta ekkert ósvipað og gerðist 2006 þegar að 100% lánin eða 90% lánin voru kölluð, fólk hatt ekki 100% lán var komið á þessum tíma að þar rauninni það kemur rauninni bara áhlaup á eftirspurnarhliðinni áhlaup inn á markaðin án þess að það séu neina mótvægisaðgerðir alltaf ertu komið með bara risastóran kaupendahóp sem hafði ekki greiðslugetu til þess að komast inn á húsnæðismarkaðin til þess að kaupa og leigufélögin eins og þú bentir á þau sá þetta líka, þau eru yfirleitt á undan fólkinu, bara eins og gerist eftir hrun þegar gammarnir byrja að kaupa íbúðunar á íbúðunarsjóði og þá voru þeir búin að meta nákvæmlega hvað var að fara að gerast á markanum, þeir voru búin að meta það að hérna var ekki verið að byggja nóg og hér er mikil eftirspurn eftir húsnæði og sáu tækifæri því með pólitískum stuðningi að hreinsa upp eignir íbúðunarsjóðs og ég veit ekki hvort þið munið eftir því en þá var aðal ástæðan fyrir því þá var að ríki mátti ekki eiga íbúðir. Ríki mátti ekki vera leigusali og þess vegna urðu þeir að selja þetta og þetta fór alltaf einhverju fáránlegu hrakverði yfir til Rækamann og það var nú Ásgeir Jónsson sjálfur sem
var þeirra helsti ráðgjafi í þessum uppkaupum sem að gambarnir fóru í sem síðan var almenna leigufélag og núna Alma, hið alræmda leigufélag. Þetta eru tvenn stærstu hagstjórnarmistök síðustu áratuga, niðurlagning verkamannabústaðakerfisins þetta rétt fyrir aldamót og svo þetta að þessar eignir skyldu seldar inn á eitthvað. En það er eftir að tala, ég ætla að skjóta eina bara. Get ég fengið svar síðan hjá okkur, viljið þið hemja þessa græðgi eða ekki? Við þurfum aðeins að fá að vita það fyrir kosningar. Þar var verðstýra leigumarkaðar með ekki. Okay. Þið verður að svara svolítið stuttlega því mér fannst við hafa alveg rosalega langan tíma en því miður Ég ætla bara rétt örlítið að klára þetta var bara smá sögurskýring það sem að Seðlabanki gerir síðan að hér fara stýrivextir niður í 0,75% og þú veist það fólksfjölgun og allt það og svo leiðis og það kemur annað áhlaup á fasteignamarkaðin að því að eftirspurna hliðin hún bara springur en það sjáu það líka á aldri kaupenda og þeim sem voru að kaupa íbúðir með fjárfestum að þetta voru hópar sem að höfðu ekki átt möguleika að komast inn á fasteignamarkað áður. Þetta bara, þú veist, þetta var algjörlega fyrir sig. En vandamáli var ekki að vexti fóru of langt niður og vandamáli var ekki að það var ekki byggt nú. Vandamáli var í sjálfum sér, það voru enga mótvægisaðgerðir. Og mótvægisaðgerð geta verið að auka framboð, samhliða aukinni eftirspurn. Mótvægisaðgerð hefði geta verið að stytta lánstíma húsnæðislána, þannig að greiðslubyrðin yrði svo sama á nýjum húsnæðislánum eða einhverja frekari kvaður á útlánatærslu bankana. Það voru engan mótvægisaðgerðir hvorki 2006 eða 2004 eða núna í þessari bólu. Og varðandi verðstýring á leigu, við höfum auðvitað barist fyrir því mjög lengi. Ég meina Danir settu þak á húsaleigu 2022 þegar fyrir sig var að hún myndi hækka mjög mikið í verðbólguskotinu þar eins og kom yfir en hér var ekkert gert hér var engin neyðarráðstöfun gert til þess að verja fólk á leigumarkaði. Eins og hvaða land Ísland þá? Hvaða land við líkust? Portugal næst vest en þeir eru samt með meira en við. OECD hefur metið að þannig það ekki rétt hjá mér að við séum með einhvern óregluvættasta leigumarkað bara OECD ríkja Já. En þið hafi verið með hugmyndi varandi viðmiðunarlega og kostnaðverð húsnæðis og ég hef nú ekki séð þetta ég hef allavega ekki vita til þess að það sé einhverjar sérstakar fyrirmyndir annar staðar en mér finnst hugmyndin það áhugaverð að ef ég næði inn á þing sem að kannski gerist, kannski ekki að þá muni klárlega láta fara í vinnu við að skoða þessa leið í þaula vegna sem ég veist mjög áhugaverð. Þessa leið hjá leigjenda. Að því að leigufélögin, ég skoða til dæmis Ölmu á sínum tíma þegar það koma nýjir eigendur þar inn sem að voru 10 sinnum verðið þeir sem að voru fyrir að þá voru við búin að skoða skuldsetningu félagsins og hvernig fjármögnunin var innan félagsins og hún ekki til líkingu við þróun þú veist þó stýrivextir hafa hækkað eins og inn í Bjargi að þá það ekki þó stýrivextir hækki þá erum við bara með félagi þannig fjármagnað að þetta hefur ekki áhrif á leiguna þó vextir hækki. Verðbólgan hefur áhrif á leiguna bæði hjá leigjendum og svo með skuldastöðuna hjá okkur. Þannig að þessi félög eru allt öðru sem fjármagnum heldur kannski fólk heldur almennt að þau séu. Ég skafði stutt orður. Ég ekki taka neina sögurskýringu og við erum almennt síðan móti leiguþæki. Já. En það þannig, ég myndi samtidig segja það að við höfum áhuga á því að taka þátt í því að skoða það hvort það sé hægt að regluveð hann að marka betur án þess þó að það sé grundvallaratriði í þeirri skoðun. Hægt að regluveð hann betur en á móti leiguþæki. Ok. Leiguþak eitt en svo hitt sem Ragnar Þór nefnir sem við höfum talað fyrir á þinginu og töluðum fyrir 2022 þegar leiguverð var að fara á flug og þegar bæði Danir og Skotar voru að setja svona bremsu á leiguverðshækkanir þá töluðum við fyrir því að gripið yrði til samskonar aðgerða á Íslandi og það mun ekki standa á okkur að ráðast í einhverja slíka bráða aðgerðir til þess að hemja leiguverð ef og þegar þess þarf. Við höfum þetta kynnt ákveðin plön sem svona eru mjög framboðsmiðuð og snúast að auka framboð af íbúðum, af leiguíbúðum meðal annars og að byggja upp félagslegt eignaríbúðakerfi eins og verkalýðshreyfingin hefur kallað eftir. En ég held að samhliða því þurfum við líka að gera tvennt, annars vegar bara rýna mjög rækilega áhrif þeirra breytinga sem voru núna gerð á húsaleigu lögum
þessa síðustu breytinga og kanna einmitt leiðir eins og svona kostnaðartengingu eins og þú hefur verið að tala fyrir. Ég held að ég veit að það er leiðilegt að tala um starfshópa og svoleiðis, en þeir geta verið ágætir stundum sko. Ef þið skila af sér. Ef þið skila einhverju góðu af sér sko, ef það skapar einhvern umræðu grundvöll sko. Þetta er þetta sem ég hef séð hjá ykkur leigjendasamtökunum, þetta er mjög frumlegt, ég hef ekki séð þetta í neinu öðru ríki, þannig að ég er bara svo varkár maður að ég hef ekki. Þú myndir skipa starfshóp. Já, ég myndi skipa starfshóp áður en ég færa það sem myndi kanna þetta mjög rækilega, kanna kosti og galla og bera saman við aðgerðir sem hefur verið gripið til í öðrum ríkjum, en mér finnst ég held að mætti til dæmis skoða skattlagningu leigutekna út frá verðlagningu á leigu, skoða hvort það sé hægt að búa til einhverja hvata þar sko. Við erum með það akkurat í þessu. Já, það er akkurat í þessu og mér finnst það mjög góð hugmynd sko, þannig að ég held að þetta geti bara verið vísir að einhverju sem þyrfti að skoða samhliða þessum bráðaaðgerðum sem þarf að grípa til þess að auka framboð. En þessi sko yfirheyrslu, henn er lokið í bili og en það sem mér heyrist svona að þið séu allir frambjóðendurnir sammála að það þurfi allavega að gera eitthvað í þessari húsnæðiskrísu og Yngvi Ómar náttúrulega leggur fram, má segja svolítið forsendur hlaðið módel eða leið sem að þið kannski, sem að er gaman að máta við lausnir flokkana eða tilboð, þannig að ég finnst nú samt eins og það við séum komin, eða ég eigi samt að við erum öll að tala eða þið að tala að við þurfum að koma einhverju reglu skikki á þetta svona, hvað er það, ófremdar, óhamið það sem þú kallast græðgis, þetta er náttúrulega bara hugmyndafræði, er það ekki? Það er sem einhver hugmyndafræði sem hefur verið svolítið Við komum út í græðgi samt. Þetta er ekki lengur gróði, þetta er græðgi í mínum huga. En má ég fara, bara því ég veit nú að við höfum ekki tíma til að fara í rúsnabótakerfið aftur, við náðum ekki heldur í gær, sko, við erum mjög mótfallið því. Má ég bara lesa upp það sem ég er að hugsa þá og þeir fá ekki að svara? Já. Það er nú bara gaman í sjálfu sér, er það ekki? Sko, þegar ég var út á alþjóðaþingi leigjendasamtakan í fyrra, sem eru 100 og eitthvað ríki sem eru aðilar að því og það var að vera að ræða ýmsa hluti og ég fór að ræða íslenska húsnæðisbótakerfið. Og þá staðreynd að það er ekki tengt neinum sko, það er engin verðstýring á markaðanum og ég bara spurður hreint út býtu þegar bæturnar hækkar þá ekki bara leigan og ég sagði jú og fólk bara hló. Það er hvergi í heiminum svona fyrirkomulag og við sjáum virknina svo vel núna eftir síðustu kjarasamninga. Þetta var bara mjög skýrt að það sem þetta virkaði að hækka bæturnar í þessum kjarasamningum þá var það fyrir bjarg klárlega, þeir sáu minni vanskil það var líka fyrir félagsbústað og það fólk en það sem við sáum á leigumarkaði var að leigan hækkaði upp á öllu valdi og þetta er í fyrsta skipt sem ég man í mörg ár sem HMS birti sérstaka skýrslu það að leiguverð sé að hækka skiljiði mig, af því það eru bara ákveðin aðeins sem vilja hækka þessar bætur og það sást bara vel í þessum húsaleiguhóp sem breytti þessum lögum að þá reis upp eitt formaður leigufélags og sagði þessa setningu sem ég veist mjög eftirminnileg að hann segir, við erum búin að nú eignasafnið okkur búið að hækka svo mikið þess að þetta selja þetta fyrir meira að það þarf að hækka húsaleigubætur svo við getum hækka leiguna hann biður ríkistyrk til þess að hækka leiguna til allra og mér veist þetta eitthvað sem þarf virkilega endur sko. Leigubætur eru ekki að fara til fólk sem þarf að halda, eru að fara til ríka fólksins. Þannig að það þarf að snúa þessu við. Já, enda þannig takk að Yngvi Ómar Sighvatsson frá Leigjendasamtökunum sem leggur fram ýmsar góðar tillögur, kannski bara ákveðin svona brautryðjanda tillögur á heimsvísu. Ragnar Þór Ingólfsson, oddviti Flokks fólksins, formaður VR og hefur nú fleiri hatta í stjórnu Bjargs og Blæs oddviti í Reykjavík Norður, Grímur Grímsson yfirlögregluþjónn og frambjóðandi Viðreisnar þriðja sæti Reykjavík Norður og Jóhann Páll Jóhannsson oddviti Samfylkingar í Reykjavík Suður og alþingismaður. Kæra þakki fyrir að koma hingað og ræða þetta svona yfirgengilega stóra svið, eiginlega málefni og mikilvæga. Ég held að allavega ég læri mjög mikið á þessu spjalli og þessum spjöllum okkar Við svona þokumst nær einhverjum skilningi. Þannig að og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að fylgja okkur eftir Laufey Líndal Ólafsdóttur þakka ég fyrir að senda spjallið yfir til ykkar og ekki fara langt við höldum áfram við rauðaborðið að skilja heiminn og samfélagið. Takk. Takk fyrir boðið. Allt það besta er ókeypis.
knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Ef þú vilt breytingar, verður þú að kjósa breytingar. Hinn eina sanna breyting sósíalismi.